Kolefnisspor hvað við skiljum eftir mikið kolefni í andrúmsloftinu við að gera eitthvað. Þetta í raun mælikvarði til þess að skoða og fylgjast með hvaða áhrif við höfum á loftslagið og loftslagsbreytingar. Þetta vísar til þess magn gróðurhúsalofttegunda og þá aðallega koltvíoxíðs sem við losum út í andrúmsloftið, koltvíoxíð CO2, við að gera eitthvað, til dæmis að keyra frá Reykjavíkur til Akureyrar. Þá þurfum við bara að vita hvað bíllinn eyðir að meðaltali miklu á leiðinni, þá getum við reikna hvað hann eyddi mörgum lítrum af olíu eða bensíni á leiðinni og þá þetta að reikna bara út hvað losnaði mikið kolefni út í andrúmsloftið við þessa aðgerð. Við getum síðan jafnað kolefnissporið okkar með því að planta trjám, endurvinna og votlendi eða gera eitthvað annað sem að bindur kolefni og núlla þannig kolefnissporið okkar. Við getum líka reiknað kolefnissporið á bakvið að fara í utanlandsferð, keyra bílinn okkar í mánuð, reka heimilið í mánuð. Þetta fullt af reiknivélum á netinu, flestar reyndar erlendar, íslensku reiknivélarnar eru meira að reikna kolefnisspor á bakvið að keyra þetta eða hitt. En það þetta að reikna eiginlega hvað sem út bara í tonnum á koltvíoxíði og þá leið hvað þarf ég að planta mörgum trjám.